Nú ætla ég að svara fyrirspurnum æfingu 22. Það eitthvað með kveikt á hljóðunum og ætla þá að stela skjánum. Svona. Núna eigum við að komast að dálítið mikilvægri niðurstöðu sem við notum síðan sem ákveðna vörðu samlitni raða. Og ef þið eru búin að kljást við það að reyna að sýna að þýðaröðin sé ósamleitin og ekki gengið, þá skulið þið skoða þetta myndband. En ef þið eru ekki búin að kljást við þetta, þá skulið þið ekki horfa á þetta fyrir þið er búin. En það má þau alveg taka fram að þetta tók eins og annað nokkra áratugi. Þannig að á sínum tíma og því að skipta nokkrar aldir. Eða þangað til að menn eiginlega gerði sig grein fyrir þetta verður niðurstaða sem skiptir máli. Ég ætla þá bara að sækja með blað og svona gera þetta frá grunni. Áttu okkur á hvað þetta var þýða. Það var bara dökkan bakgrunn, þægilegt. Svona. Það var stjörnur. Og þetta þá umfjöllun æfingu 22. Ég að bara frá grunni. Þess að að sýna að þýðaröðin, við segja hérna, við byrjum á því að segja eitthvað endanlegt, eitthvað sem ráðum við. Að ef þetta nú hlutsumuruna eins og það kallað, K byrjar að telja í einum, fer upp í N, gerum 1 á móti K. Að þetta þýðir bara 1 plús hálfur plús 1 þriðji og svo höldum við áfram og teljum alla leið upp í 1 á móti N. Við erum að sýna ef þetta einhver hlutsumuruna, þá hún kölluð þýðaröðin, the harmonic series. Og þýðaröðin, þá látum við sem sagt N-ið hérna. Stefnumótaleg. Þetta oft skrifa náttúrulega svona líka, sem áttina hér, plús óvandarlegt. Þá hleypur einum upp í N og síðan N-ið sendt áfram. Yfir K. Að þetta sé ósamleitið. Rafmagn á. Að sýna að þýðaröðin sé ósamleitin. Og við byrjum nú bara á þessu frá byrjun og höfum þetta sem skapalón fyrir okkur, hvernig við eigum að hugsa hlutina. Þá byrjum við að nota það sem kemur fram í verkefninu að við byrjum að greina að þessi röð sem ég er búin að skrifa hér, setjum hérna, setjum svona sverð á hana, stingum sverðið þarna í jörðina til þess að hafa sem vörðu við jöfnuna. Og sko, hvað þetta hér? Allavega höfum við séð að HN bara röð með strangt jákvæðum liðum. Við þurfum að leggja saman bara alltaf
við orðum það svona plústölur. En við sjáum líka að almenni liðurinn AK sem á þessu formi hér, það stefnir á 0 þegar K stefnir á óendanlegt. K-ið eltir n-ið, K-ið hleypur alltaf frá 1 upp í n. Svoleiðis að það tvennt að ræða ef við flettið upp sem sagt bara eðlilegri reglu sem kemur fram fyrst í verkefninu, þá getur tvennt gerst. En þá gildir annaðhvort, en það ekkert meira að ræða. Að annaðhvort þessi röð hérna, K hleypur frá 1 upp í plús óendanlegt 1 yfir K. Annaðhvort hún ósamleitin eða hún samleitin. Og hvort rétt? Minna en óendanlegt þýðir bara að það kemur út einhver alveg ákveðin tala, rauntala. Og við ætlum að reyna að sýna, að okkur grunar það, eftir að fikta þessu, að þetta hérna geta ekki gerst. Hún geta ekki verið samleitin. Og þá notum við sönnunartækni sem heitir á útlensku eða latínu reductio ab absurdum, eða sem sagt við ætlum að gera ráð fyrir því að þetta sé rétt og sýnum að leiði til mótsagnar. Og þá prófum við, gerum ráð fyrir, af því það bara 2 kostir, annaðhvort þetta rétt eða rangt, það bara annað að ræða. Þannig að bara gerum ráð fyrir að þetta sé svona. K hleypur frá 1 upp í n, límens, og síðan sendum við n-ið út í óendanlega. Að þetta sé einhver endanleg tala. Það að segja til bara einhver tala S, ótvíræð, þannig að S sé þessi útkoma. Svona. Hvað þá? Nei, við vitum að því vorum að sanna það í síðustu æfingu að fyrir K stærri en 1, þar sem að K talning, að þetta gildir alltaf. K mínus 1 pluss 1 á móti K pluss 1 á móti K pluss 1. Þetta alltaf meira heldur en 1, 2, 3 liðir, 3 á móti K. Við ætlum að nota þetta. Og þá S sem að kemur í staðinn fyrir allt þetta hér. Það getur þetta skrifað út til þess að sjá þetta almennilega. Hvað þetta? Þetta þess að S-ið strangt til tekið bara stytting á þessu hér, en stefnir á plús óendanlegt af hlutsömu þýðunarinnar. Við erum líka átt okkur á því við megum ekki skrifa að þetta sé einhver útkoma S ef þetta óendanlegt. Við ætlum að gera ráð fyrir þetta með og sjá hvað S hlýtur að vera. Allt í lagi. Þá byrjum við svona, 10 punktur. Það leggjum að stað. Þetta allavega 1 pluss hálfur pluss 1 þriðji pluss 1 fjórði
plus 1/5 plus 1/6 plus 1/7 plus 1/8 plus 1/9 og það er pláss og þetta gerir plús hérna og svo svona strik af því nú vitum við hvernig þetta gengur fyrir sig. Og alltaf þegar ég tek 3 svona liði saman, para þá má ég segja að þetta er meira heldur en 3 sá sem er í miðjunni. Það gæti kannski svolítið sniðugt að taka frekar þessa 3 saman. Ég ætla að skrifa aðeins fleiri liði til þess að sjá þetta betur. Setja bara plús hérna. Það hafa þetta hvítt. Já, plús, ég ætla bara að halda áfram. Koma við 1/9, 1/10. Kannski taka þessa þá hérna niður fyrir svo þetta verði aðeins skýrara. Plús 1/8 plus 1/9 plus 1/10 og best að taka 3 enn. 1/11 plus 1/12 plus 1/13 og svo get ég haldið áfram. Og nú ætla ég að para. Ég ætla að leggja saman alltaf svona 3 og 3 eða öllu heldur. Meta þá upp, eins og sagt er. Þannig að þetta er þetta eru 3/3. Það er 3 á móti tölunni í miðjunni. Þetta eru 3/3. 3/3. Það er 1. Og þetta er meira. Það stendur hér er meira heldur en 1. Og það sem er hérna er meira heldur en 3 á móti tölunni sem er í miðjunni. Það er hvað? Hálfur. Þannig þetta hér er meira en hálfur. Og það sem stendur hérna er meira en hvað? 3/9. 3 á móti tölunni sem stendur í miðjunni. Það er 3 á móti 9 er eins og hvað? 1 á móti 3. Og það sem stendur hérna er meira. Þetta hér er meira heldur en 3 á móti 12. Og 3 á móti 12 er 1/4. Og svo held ég áfram. Þannig að það sem stendur hérna er þetta að S er ekki jafnt og heldur meira en. Það er meira en, það er hvítt, 1. Og nú ætlum ég að ná í þetta gula. Plús, 1 plús hálfur, plús 1/3, plús 1/4, plús 1 plús hálfur, plús 1/3, plús 1/4. Og svo held ég áfram. Og þetta hérna er S. Sem sagt 1 plus S. Þá er ég búinn að búa til ójöfnu. Við byrjar hér. Svo er hérna röksemdafærsla. Og hún endar svona að það er að segja að það er að segja að ef þetta er einhver tala sem kemur út því ég legg saman alla liðina, tennilega óendanlega marga í þýðiröðinni, þá verður talan sem ég fæ út að uppfylla þessa ójöfnu. Og hún er stærri heldur en 1 plús hún sjálf. Svo tek ég S frá báðum megin og þetta hérna þýðir að 0 er stærri en 1. Þá segir maður,
Þetta náttúrulega er rangt. Það sem ég var með, að ég byrjaði með forsendu. Ég byrjaði með forsendu. Forsendum var svona að þýðaröðin væri samleitin. Það þýðir það að það kemur út einhver tala þegar maður leggur saman K-in út í hið óendanlega. Og af þessari forsendu leiddi B. En B var röng. En það er allt rétt við reikningana hjá mér. Allt sem ég nota er rétt. Þannig að en ég fæ samt vitleysu út. Þannig ég þarf að rekja mig aftur og bak til þess að finna út hvað vitleysan er. Þannig að eini möguleikinn er sá að það sem ég sagði í upphafi, það sem ég gaf mér, var í rangt. Þetta er svona tilvík. Forsenda A, forsendu A leiðir B. Og það sem að B er röng, þá hlýtur það sem ég gaf mér að vera rangt. Svo þess að forsendan, þetta er sem sagt rangt, eða ósatt, eða hvað það segja. Þá er þessi fullyrðing A ekki rétt. Ég þarf náttúrulega að segja hvað A er. Ekki rétt fullyrðing. Og hvað var fullyrðingin? Fullyrðingin var svona: S er markgildi þýðaröðinnar. Það er að segja þýðaröðin stefnir okkur tölu S. Það er bara einn annar kostur. Ef það er rangt, þá þýðir það að það er ekki til nein tala S sem þýðaröðin stefnir á. Það þýðir að hún sé ósamleitin. Það er bara tveir kostir og annar útilokar hinn. Þannig að þetta er eina sem kemur til greina. Þetta er röð sem hættir aldrei að vaxa. Og ef við ætlum að skila þessu fallega, þá segir maður bara hér fyrir ofan: A er þessi fullyrðing. Maður þarf ekki svo mikið að gera þetta. En þetta hér væri fullyrðingin. Stundum kalla maður bara til styttingar. Þetta er fullyrðingin A. Gerum ráð fyrir, eða skrifað A, að þetta sé endanleg tala. Eitthvað endanlegt. Þetta er greinilega rangt. Eru spurningar um þetta? Yep.